hver áformið með Íslandsbanka? Ríkið ætlaði að selja bankan og ég held að það var talað að þetta yrði gert í 2 áföngum, selja hlut sinni í Íslandsbanka og fyrri áfangin átti bara að koma til framkvæmda núna í maí. Munum en ég hef ekki heyrt hvort af þessu verður á þessum tíma, það er heldur ekki búið að aflýsa því, en þetta kemur svolítið inn í það að við vorum að tala arðgreiðslur. Bankarnir eru stæðstu arðgreiðslufélögin inn í kaupöllinni. Jú, og þú mátt ekki heldur gleyma því og ríkið er stærstan hlut í bankakerfinu. En sem komið en það var samþykkt, þessi ríkisstjórn ætlar að selja þennan hlut í Íslandsbanka og það átti að gerast með þessum hætti. Maður velti fyrir sér, hvað eru, ef fjárfestar að velta fyrir sér til dæmis núna, ef að kaupa í Íslandsbanki í dag, því Íslandsbanki hefur lækkað verulega, gott arðgreiðslufélag, margir vilja fara bara inn í arðgreiðslufélag og en ef að býða vegna þess að gengi á Íslandsbanka núna er komið langt niður fyrir síðasta útboðsgengi. Það sem allir áttu að hafa verið að græða alveg rosalega. Já, þetta mikla sveiflur í þessu. Gengið í Íslandsbanka í morgun var 109 krónur. Já. Það fór núna bara fyrir... Það var ekki útboðsgengi, hvað, 118? Já, 118 og það fór fljótlega þarna upp í 122 krónur ef ég mann þetta rétt. Svo fór það upp í, og þá fór allir að tala það hvað það væri búið að græða. Já, nú kemur engin prófessor úr háskólanum að ræða það hvað er búið að snýta litla hluthafanum. Já, getur sagt það. Síðan ertu komin upp í 100 og fórst upp í 100, það stríðni í þeirn og það púkja svolítið púkið þessu. En svo, bara... Ég veit bara prófessor til að ræða þetta. Svo bara fyrir 100, fyrir nokkru, alltaf þessi ekki svona, þetta hefur sveiflast mikið og ég held að gengið í Íslandsbanka hafi verið í kringum 128 krónur bara fyrir 3-4 vikum. En ef fjárfest í dag, ef kannski við erum með pening á hliðalínunni og ætla að kaupa á ríkinu þegar það selur, hvað ætlar að ríkið að selja? Gengið komin í 109 núna. Og hvað átti ekki bara að kaupa þá núna eða átti að býða eftir hvað ríkið ætlar að gera með, ég meina, selur ríkið á þessu gengi? Það verður þá að fara undir 109 ríkið. Íslandsbanki hefur með sér verið að kaupa í sjálfum sér. Já, hann hefur verið að gera það. Og það þýðir það. Ég held að ekki fjármálaráðherra bara þetta píluti í svona, hvað kallast það í britsinu? Þú nú britspilari Jón, kastþröng, er hann ekki komin í kastþröng? Já, hann er í ákveðin kastþröng, en ég held að ég held líka að innan ríkisstjórnarinnar sé ekkit alltaf mikil, það er náttúrulega búið að samþykja það að selja, en eins og þú segir, það er ekkit að gerast. Við veitum sem ekkert hvað starfsmenn fjármálaráðurins og það er búið að ráða fyrirtæki að sjá sölu. Já, en það segir þó það er örugglega verið að borga þeim mánaðarlega. Já, en viljum við ekki fá að vita bara hvenær þetta verður? Já, þetta er nú kannski áskorun fyrir fjölmiðlanum fara... Já, það er bara allt í lagi að spyrja segðu okkur frá því hvenær getum við farið að kaupa. En við erum náttúrulega alltaf að hugsa litla hluthafann, Jón, og þess vegna erum við að velta fyrir núna þegar gengið er 109 á hann að bíða eftir að ríkið síni á spilin hvaða verð það selur hluti sín á eða á hann að kaupa núna ef hann langar að eignast hluti bara ágættu arðgreiðslufélag. Það væri þá eftir því sem það verður að segja, Sigurður, að menn væru þannig að sem sagt að selt var á 118 til 120 og menn ég ætla að selja á 106 eða 108 krónur á lægra verði þá eftir síðasta ríkisstjórn og þeir sem gagnrýndu mest það var nú merkileg örlög fyrir að selja á enn lægra verði. Hugsaður, Jón, örlög fyrir þessa ríkisstjórn eftir alla gagnrýnina síðast á Bjarna Benediktsson að það eru þeirra hlutskipti að selja hlutir í Íslandsbanka talsvert mikið lægra verði. Hugsa sér, maður bara finnur til með þessu fólki.